Já, góðan daginn og velkomin í Bolungarvíkina. Flugan sem ég ætla að hnýta, fyrsta flugan sem ég ætla að hnýta á árinu 2014 er Peacock. Og Peacock-púpan er veiðnasta fluga á Íslandi. Ég held að sé alveg óhætt að halda því fram. Hún hentar við nánast hvaða tækifæri sem er. Það er hægt að veiða nánast allan fisk á hana. Hvort sem það er silungur, urriði eða lax. Og af þeim flugur sem ef ég ætti að velja eina flugu í boxið mitt, þá væri hún mjög ofarlega á þeim lista, ef ekki alveg örugglega flugan. Nú, ég hnýti þessa flugu núna á Kamasan B110 öngla, grúpuröngla og númer 12 og það er hægt að hnýta þetta frá 8 til dæmis upp í 14, myndi ég segja að væri fína stærðir. Bæði með og án kúluhaus. Það fer eftir hversu djúpt þú ætlar að veiða, en ég hnýti hana mikið án kúluhaus líka og þá veiði ég hana nær yfirborðinu. En þessi fluga með kúluhaus hentar afskaplega vel á marga staði en ég sem sagt ætla að það sem ég nota til þess að hnýta þessa flugu það er Glow-Brite þráður, fluorescent þráður og síðan Peacock fjaðrir, 2 stykki. Nú byrjum þá bara. Venjulega þá myndi ég lakka yfir þráðinn þegar ég er búinn að fara hérna niður hingað, en við gerum það ekki núna. Síðan vel ég 2 fjaðrir og þær eru svona. Ég nota sverari endan, festi hann hérna niður og hnýti svo fram aftur, sirka hingað og fjarlægi þetta. Eins og ég segi, þá væri gott að lakka núna eða nota eitthvað lím. En það sem ég geri núna er það sem gerir þessa flugu dálítið sérstaka, eða búkinn svona dálítið girnilegan held ég, er það að ég sný upp á Peacock fjaðrirnar. Og við það þá verður búkurinn aðeins þybbnari. Nú, þetta misjafnt svona hvernig menn gera þetta eða hversu marga þræðir nota kannski eitthvað slíkt, en ég vil hafa fluguna frekar netta. Ég hef líka séð hana í útgáfum sem eru töluvert þybbnar, en ég vil hafa hana frekar netta og nota hana bara þannig sem alþýða flugu. En það eru til alls konar útgáfur af þessu. En það er ágætt að flétta upp á hana í nokkrum bútum. Byrja á því að vefja það sem ég er komin með hérna og þið sjáið að hvernig Peacock fjaðrirnar vefjast hérna upp. Nú svo heldur maður bara áfram og flettar þetta bara eins og þarf. Það er svona kannski, ég geri þetta í svona tveimur skömmtum. Það dugar oftast. Nú hérna erum við komið með fluguna og eins og sést þá
þá hún, þetta svona eins og jólatré. Síðan ágætt að, mér finnst það allavega ágætt að miða við að hafa kragan sirka rétt rúmlega helmingin af hausnum í stærð. Nú það ágætt að snúa kúlunni aðeins þannig að þráðurinn fari inn undir hana, inn í gatið sem hérna. Það gerir hana sterkari. Nú, hérna hann kominn og síðan bara ger ég tvöfaldan hnút og nota tónnatak til þess að festa kragann. Þessi fluga, afskaplega einföld, fljót að nýta, gríðarlega veiðin. Þetta að mínu viti eitt besta mynstur sem hægt að nota í íslenskri veiði.